saltvarsdåse eller en. Já, nú ætla ég að reyna að veita leiðbeiningar hvernig á að setja magaslöngu ofan í lömb og það sem þarf bara að fyrsta sem þarf að hafa í huga er að barkinn situr neðst í hálsinum og vélindað, það sem við viljum fara niður í, það situr ofan á og þetta er náttúrulega að þessu leyti svolítið óhentugt að svo í kokinu þá förum við náttúrulega inn munnin sem við þá neðar og þannig eða þeim ástæðum þurfum við að ná að þræða yfir barkakýlið í kokinu og niður í vélindað. Og út af því að staðan er svoleiðis, þá er ekki alveg nógu hentugt að reyra lambið svona mikið upp af því að þá minnkar plássið sem þú hefur til að komast fram hjá barkakýlinu í kokinu. Ímyndum okkur ef við horfum inn munnin á lambinu og sjáum inn þennan hring sem við svo sem þekkjum sátt flest, við höfum örugglega öll kíkt upp í koki á okkur sjálfum í spegli, að þá er barkakýlið svona, hvað getum við sagt, það er svona neðsti þriðjungurinn af þessum hring. Það er sem svæðið sem við viljum ekki fara með slönguna í og þá höfum við pláss þá uppi og til hliðana til að komast niður í vélindað. Og þar af leiðandi er þægilegra að reyra höfuðið fram og hafa hálsinn beina og þá tekst að svona búa stækkar hringinn. Þannig að sé sem mest svæði opið til að komast upp fyrir barkakýlið og niður í vélinda og áfram niður. Og það þarf svona að gæta því að gott bragð til að koma því svo niður er bara að aðeins að svona reyna að ýta slöngunni upp og til hliðana og bíða svo eftir því að lambið kyngi. Ég veit að hvað kannski ef að mikið liggur á lambið veikburða er það erfitt, en það getur hjálpað, líka hjálpað að stýra. Og í flestum tilfellum þarf ekki að hafa of miklar áhyggjur af því að fara niður í gegnum barkakýlið og inn í barkann, því að það koma alltaf hóstaviðbrögð og lambið kúgast ef svo er. En þá ef við reynum að sýna hérna fram á hvernig þetta á að vera, þá er það, við fer hérna inn munnin
og svo tekur henni hérna í kokinu, tekur smá sveig og fer síðan niður og á að ná alla leið